Jæja, vinir, það sem ég langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungum manni, ritningaversi eins líkaminn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta, hvernig þetta virkaði. Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deilt henni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði hanski, bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að hann búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í hanskan, en þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarinnar, að þá er hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara til, en hann hefur engan tilgang. Og hann er bara líflaus. Á sama hátt við sköpuð í líkingu Guðs, svo Guð geti lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í 1. Korintubréfinu, 7. kaflanum og 19. versið, það segir: vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda, sem í yður og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang. Þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá erum við fyllt af krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega dauð. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni. Og hún spurði hann: skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann og segir: veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði: það bara kveiknaði öll ljós. Ég skil þetta, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveiknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í Jakobsbréfinu: eins líkaminn dauður án anda og eins trúin dauð án verka. Það gildir nákvæmlega sama. Trúin dauð án verka og líkaminn dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt, vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar mig að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góður skilningur á bakvið það og við getum deilt í til annara, vinir. Amen.